krakkar, þá komum við að barnasögunni og ég ætla að biðja ykkur að koma hérna og sitja fremstu röð. Halló. Heyrðu, ég ætla að gá hvort að maður... Já. Við getum fengið niður tjaldið aðeins. Já, það bara fínt. Svo lengi sem við heyrum öll, þá getum við setið þar. Sagan í dag fjallar tvö systkini sem áttu heima í Kanada. Vitið þið hvað Kanada er? Er það? Já, Kanada, það er svolítið langt í burtu, en það er rosalega stórt land og það er svona frekar norðarlega og ef þú býrð þar, þá getur verið svona rosalega mikil stormur og kalt og snjór eins og Íslandi. Og jafnvel bara miklu meiri snjóstundum, alveg þykkir skaflar og 20, 30, 40 stiga frost. Eiginkona mín Væna, hún er einmitt frá Kanada, mjög norðarlega og þar hafa veturinn verið alveg bara rosalega harðir. En sagan í dag fjallar í Jóhannu sem var svolítið hress yfir því að nú væri veturinn loksins að vera kominn. Það var búið að vera langt sumar og allt í lagi, en núna þegar þú bjóst í Kanada, það sem er að fara á sleða, það er að byggja snjómenn, það er að fara á skauta, það er að fara á skíði, það er að gera alls konar gönguskíði og hvað sem er, þá var hún rosalega spennt yfir því. Af því hana langaði svo bara að fara og njóta þess að leika sér út í veturinn. En hún hefði verið að tala við mömmu sína fyrst, varðandi það að veturinn væri að koma og svoleiðis. Þá barst talið á, sést kannski myndin þetta, þetta er dökkt, sjáu þið hvað er hana? Þeir áttu svona hund, veitir þið hvernig hundur þetta er? Sjáu þið? Þetta er svona stór og gamall, svona Santi Bernas hundur. Þeir geta verið alveg rosalega stórir og þungir og svona pínu svona slefi framan. En rosalega sætir, en já, stórir. Og hún var orðin svolítið þreytt á því að hundurinn sem hann átti var orðin svolítið gamall. Hann var svolítið gamall og latur og hálf blindur að hann sat oft hana bara þegar hún var að hlaupa í húsinu og hún var alltaf bara að rekast í hann og hún var að spyrja mömmu sína, getum við ekki bara losað okkur við Karlo, hann er orðinn gamall og hann er alltaf fyrir mér og hann er ekki eins skemmtilegur og hann var þegar ég var lítill, getum við bara ekki fengið okkur einhvern nýjan hund, mamma? Þá sagði mamma við Jóhannu, jæja Jóhanna mín, ég veit að hann er orðinn gamall en þú manst kannski eftir því þegar þú varst lítill, þá varst þú alltaf að leika á honum og hann var alltaf rosalega góður við þig. Þegar þú varst að toga í eyra á honum og skríða upp á hann og láta hann labba með þig út allt hús, þá var hann alltaf svona rosalega góður og þolinmóður við þig. Þannig að kannski þú ættir að vera smá þolinmóður við hann núna þegar hann er farin að eldast. Jóhanna vildi ekki heyra þetta, hún vildi bara fá nýjan svona kannski á minni hund sem væri ekki jafn veikur og svona. En allavega hún ákvaði að fara út að skauta, eða fara út á sleða. Mamma sagði þú mátt fara á sleða á hæðinni hana, en komið þið tilbaka, ég held að gæti verið að koma svolítið stormur. Svo hún fór og tók litla bróður sinn og þau fóru á sleða og voru þar lengi upp og niður brekkuna. Þangað til hún hugsaði með sér, heyrðu, litli bróðir, ætli það sé hægt að fara og skauta á vatninu, Karlavatninu þannig rétt hjá. Þau voru ekki alveg viss, það var búin að vera vetur og búin að koma snjór og frost og kannski væri það frosið, svo þau hugsaði með sér, ef við ekki bara fara að kíkja á vatnið. Litli bróðir var ekki alveg viss þegar mamma hafði sagt, ég megi bara fara í hæðina þarna síðan eða koma strax tilbaka, en Jóhanna sagði, jú, við skulum bara fara og kíkja, hvað er að versta sem getur gerst? Svo þau fara og labba og þeir eru svolítið þreytt eftir að hafa verið að sleða allan daginn, en þau byrja að ganga. Síðan fyrir litli bróðir verið svolítið þreyttur og þarf alltaf að fara og setjast og hvíla sig og segja við Jóhannu, getum við ekki aðeins hvílt okkur, ég er svo þreyttur. Jú, segi Jóhanna, svo lengi sem við komum og náum að gá hvort að vatnið sé frosið, hvort við getum farið að skauta þar. Síðan þegar þeir eru að labba áfram, þá sér Jóhanna að það farið að dimma svolítið mikið, svona eins og það sé að koma svona smá óveðurský, svo hún er ekki alveg viss. En allavega þau halda áfram og hann vil alltaf hvíla sig meira og meira, litli bróðir, þangað til þau eiginlega bara sitja. Síðan byrjar að snjó og fyrir að koma vindurinn að blása meira og meira. Þannig að þau fara eiginlega og verða bara föst og viti ekki alveg hvað þeir eru að gera. Því að snjóstormarnir þarna í Kanada geta verið ansi stórir og miklir og rosa mikill snjór og vindur. En allavega
hún sest upp við bróður sinni og segir, jæja, við skulum bara vona að snjórinn hættu, við skulum bíða hérna. Síðan líður tíminn og klukkustundin að jafnvel líða þeim fara að vera svolítið kalt. Ok, þá breytum við aðeins sögunni og förum heim. Þar sem að mamma var að bíða eftir Jóhannu og dóttur sinni og syni sínum og þau eru ekkert komin heim, svo hún sendi pappa til þess að fara út á hæðina til þess að gá hvort þau sé ekki ennþá bara að sleða þar. En síðan þegar hann kemur þangað og sér bara sleðinni skilin eftir og engin börn lengur, þá hleypur hann aftur heim og segir, þau eru horfin, hvert ætli þau geti farið? Þau fara til nágrannanna að banka á húsin og spyrja, er nokkuð Jóhanna og hann litli hér? Nei. Er nokkuð Jóhanna og litli hér? Nei, þá veit enginn hvar þið eru. Svo allir nágrannarnir koma saman og segja, við skulum bara fara út að leita þeim, kannski týndustu einhvers staðar rétt hjá. Svo þau fara út að leita og mamma er rosalega hrædd. Hún situr heima fyrir og hita vatn og gefur fólki svona heitan drykk og gerir einhverja brauðsneið því að fólki er að fara inn og út að leita þegar það fari að vera svolítið vont veður. Það líður áfram tíminn og klukkutímanir og engin börn eru komin. Og hún er orðin frekar rosalega hrædd. Þangað til að bara nóttin líður og hún er bara að hugsa, hvað er að gerast? Er ég búin að missa börnin mín? Eru börnin mín núna bara orðin einhverjum frostpinnum út í skóg? Þetta er rosalega hræðilegt. Hún var rosalega miður sín. Og allir fara út og þeir hrópa, Jóhanna, Pétur, hvar eru þið? Við erum að reyna að finna þau, hvar? Hjálp! Heyrðu, það er bara þannig að kvöldið líður og gamli Karló situr bara þannig fyrir framan ofnin og heldur á sér hlýju. En því að hann náttúrulega vissi alveg hvar þau voru að skíða í hæðinni, eða voru að sleða þar. En síðan bara líður nóttin og mamman er alveg miður sín. En allavega kemur einhver heim og hún spyr, eru þið búin að finna þau? Nei, engin búin að finna þau. Síðan seint nóttina þá kemur hljóðið til þeirra sem segir, heyrðu, þau eru fundin, Jóhanna og Pétur eru bæði fundin. Og hún var svo hressa því hún sér 3 menn eða 4 menn koma labbandi. Einn kemur labbandi með hana Jóhannu og henni er ekkert rosalega kalt en hún er svona pínu frostbitinn. Síðan kemur annar labbandi með Pétur litla og honum var orðið pínu kalt. En síðan sér hún 2 aðra sem að koma labbandi. Þá eru þeir haldandi á gamla Karló. Það sem hafði gerst þegar allir voru að hrópa og nöfnin og spyrja að leita hvar eru börnin, þá hafði Karló hlaupið út, farið á hæðina sem allir voru að leita sleðunum og því hann er með svo gott þefskinn eða eitthvað, þá fann hann þau og sko hann hafði gert. Hann er svo stór og mikill þessi hundur, hann hafði bara lagst ofan að þau og verið eins og bara sæng yfir þau allan þennan tíma í óveðrinu. Svo þegar þau fundu þau, þá voru þau bara alveg undir hundinum og Karló gamla. Var það sem sagt Karló gamli sem að bjargaði þeim, spurðum þau. Já, leitamennir höfðu heyrt í Karló sem var að gelta og fundið hann og þar hafði hann verið og setjandi yfir þeim. Mamma spurði Pétur hvort hann hefði ekki verið hræddur og hvað hefði verið að. Hann sagði, jú, ég var alveg hræddur en Karló var svo þungur og heitur að ég gat bara ekki gert annað en legið hann og sofið bara rólega yfir nóttina. Já, og eftir það, þá voru þau mjög ánægðisam og pössuðu sig kannski fara ekki svona langt í burtu og Jóhanna, hún var alveg mjög sátt við að hafa Karló ennþá, þráttur að hann væri hálfblindur og orðinn svolítið gamall eftir þetta. Og veistu hvað? Ég var ekki alveg viss hvort að ég myndi svona hversu mikið vit væri í þessari sögu, svo ég fór að leita þess og ég fann nokkrar aðrar svona svipaða sögu sem voru bara frá síðastliðum árum sem að fjölluðu svona stærri hunda sem höfðu haldið einhverjum hita við nóttina. Svo þetta er ekki bara ein saga, þetta virðist þið geta gert, svona klárir hundar sem að hafa bjarga mannfólkinu af og til þegar þau lendi í vanda. En takk fyrir að hlusta kærlega og við heyrumst aftur með barnasöguna í næstu viku. Takk fyrir Stefán, fyrir skemmtilega sögu. Við ætlum að syngja þarna eins meira saman, stuttan sálm eða bæn. Þetta er sálm nummer 308, Hjarta mér nær, nummer 308.
Gjafirnar í dag renna til safnaðarsjóðs, en ég vil minna ykkur á kristniboðs körfuna sem er inn aftast. Ég ætla að biðja þá sem að geta að krjúpa niður með mér. Góði og kærleiksríki Faðir á himnum, við færum þér þakkir fyrir það grænti sem þú gefur okkur. Og við biðjum þig að vera okkur nálægur hér í dag, vera með vini og sérhver okkar hér inni og líka þeim sem komast ekki. Við leggjum í þína hendur þau bænaefni sem skráð hafa verið í bænabókinu okkar. Við biðjum sérstaklega fyrir fólkinu sem var að koma á námskeið í Adrian og Vigdísi, þeir sem eru að lesa með Vigdísi núna á fimmtudagskvöldum. Viltu vera með öllum þessum einstaklingum, Faðir. Ég biði fyrir Karitas og fjölskyldu hennar. Viltu blessa þau að vera með þeim í sorginni og hjálpa okkur öllum sem kirkjufjölskyldu að styðja við bakið á þeim og ekki bara þeim heldur sérhverjum sem er í vanda. Ég biði fyrir Stefáni, unglingsstúlkunni í Keflavík sem vantar landvistarleyfi svo hún getur verið með fjölskyldu sín örugg hér á Íslandi. Viltu gefa henni landvistarleyfi, Faðir, og allir pappírar gangi í gegn sem fyrst. Faðir, öll þau bænaefni sem ekki eru skráð hér en eru í hjörtum okkar, viltu vera með þar. Viltu vera með þjóð okkar og Arnkirkjunni í heild sinni. Viltu hjálpa okkur að endurspegla þig fyrir landið okkar, fyrir vini okkar, fyrir fjölskyldu okkar. Við legg allt í þínar hendur og bið þig í Jesú nafni. Amen. Þá skulum við syngja einn sálm og það er kannski gott að standa upp fyrir ræðuna ef við stöndum upp og syngjum sálm númer 384. Gefðu gætur á Jesú. Númer 384.
Sæl veriði, gleðilegan hvíldardag. Árið 1954 á leikum sem ég kann ekki alveg að þýða, The British Commonwealth Games, samveldisleikum í Vancouver í Kanada, þar áttust við tveir hlauparar. Annar hét Bannister og hinn hét John Landy. Og þar átti sér stað ein merkasta hlaupasaga allra tíma. Þetta var nefnilega þannig að tveir hröðustu menn heimsins voru að breyta hlaupasögunni. Þeir voru að keppast að hlaupa míluna á sem hraðasta tíma og breyta heimsmetinu og náði undir 4 mínútum. Þeir voru báðir með mjög mismunandi taktík í gangi þegar kom að því að hlaupa. Landy, þessi hérna, hann tók af skarið mjög snemma og var langfyrstur og komið með dágott forskot alveg í upphafi hlaupsins. En Bannister, hinn næsthraðasti, hann fór svona aðeins hægar af stað og var hérna sá 50 þegar það byrjaði að hlaupið. Og þetta var mjög fylgst með þessi hlaupa, mikilli ákefð. Og tíminn var lesin upp við hverja kvartmílu, hversu langur tími var í komin og hvort þið myndi ná undir 4 mínútunum. En bráðlega náði Landy í þessi ágætlega góðu forskoti. En Bannister náði að draga og náði fram yfir hina en var þó mikið eftir á. En lokahringinn, síðustu kvartmíluna, þá varð allt brjálað. Landy, sem var lengst á undan, hann fór að heyra að áhorfendur fóru að öskra meira og meira og meira. Það var alltaf meiri og meiri ákefð, svo hann vissi að Bannister hlyti að vera að koma að ná sér. En hann vissi bara ekki hversu langt hann væri fyrir baka. Þangað til hann bara staðurinn fyrir að missa sig og hann heyrir ekki neitt annað en öskrin þeirra og heyrir ekkit í hlaupandanum Bannister. Svo hann rétt áður en hann kemur í mark, þegar hann alveg komið í marklínuna, þá lítur hann svona tilbaka vinstra megin til þess að sjá hvar hann er. Og akkurat á því augnabliki þegar hann lítur vinstra megin, þá kemur himgaurinn hlaupandi hægra megin, hleypur rétt fram úr honum á síðustu loka sekundunum og stekkur framan í markið. Og bætti það með metið og var fyrstur í mark. Þannig að þegar Landy leit tilbaka, þá misti hann kannski aðeins sjónar á markinu í örskamma stund og sá ekkert hvaðan Bannister tók fram úr honum. Og þetta var svo frægt vika, það stytta af þessu hérna í Vancouver og ég geti séð þetta hér, hann var langt á undan og það fór að minna. Síðan akkurat þegar hann er að taka fram úr honum, þá lítur hann í ranga átt og hinn kemur hleypur og vinnur. Og sagan búin fyrir Landy. En það er nefnilega svoleiðis, þegar við lítum tilbaka, þá getur maður oft hætt á því að missa sjónar af markinu. Ég býð ykkur að opna ritninguna með mér á Hebreabréfinu 12. kafla. Hebreabréfi 12. kafli. Þar munum við lesa fyrstu 11 versin þar. Hebreabréfi 12. kafli. Við skulum lúta höfð í bæna að við gerum það. Kæri Faðir, þegar við lesum orðið, þá byrjum við bara það með að vera lifandi fyrir okkur og við mögum geta lært af því hér í dag, tekið með okkur orð sem að breyta okkur og gera okkur að betra fólki og að við getum séð bara betur hvernig Jesú Kristus birtist í þessum versum. Biðum þinn anda til þess að vera með okkur og leiðbeina okkur og huga okkar í Jesú nafni, amen. Hebreabréfið sjálft er ein elsta ræða kristindómsins. Þáttur þetta sé bréf, þá verður þetta tala þetta eins og ræðu. En það er meira en bara það venjuleg ræða, heldur þetta frekar svona stútfullt af alls konar guðfræðilegum pælingum og getur jafnvel verið tyrfið að lesa bara hér og þar. En hún vitnar rosalega mikið Krist sem æðstaprest og allt sem gerist í helgidómunum. En hér í lok Hebreabréfsins þá snýr höfundurinn sér frá alls konar útskýringum og fer bara yfir í hvatningarorð
að lifa fyrir Krist. Og við ætlum að taka upp þráðinn hér í Hebreabréfinu 12. kafla. Þessi bók sem var rituð til kristinna manna, örugglega svona af gyðingaættum, sem voru að líða ofsóknir, ekki kannski beint píslarvættisdauða, en það voru erfiðleikar og þrengingar slíkar að margir voru að kasta frá sér trúnni, og það sést víða og dreif þú lest Hebreabréfið, þannig að hvetja á því að þeir eru svona aðeins að draga sér til hliðar og kasta trúnni frá. Og til þeirra rita Páll postuli Hebreabréfið sem hvatningu og uppörfunarræðu. Skulum lesa með mér fyrstu 4 versin. Fyrst við erum umkringd slíkum fjölda votta, léttum þó af oss allri byrði og viðlögandi synd og þreytum þolgjóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum okkar til Jesús, höfundar og fullkomnunar trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskins og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Virðið hann fyrir ykkur sem þolað hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurum, til þess að þið þreytist ekki og láti hugfallast. Í baróttu ykkar við syndina hafið þér ekki enn þá staðið í gegn, svo að blóðið hafið runnið. Hér í upphafsversum kaflans notar höfundurinn myndmál úr hlaupaheiminum til þess að lýsa hinni kristni göngu. Hann talar fyrst að menn sem er að þjálfa til hlaups, þeir æfa með svona lóð. Hann talar að henda þeim af fyrir hlaupi, þess vegna sér hann köstum á okkur byrðinni. Svo við getum hlaupið, þú þjálfaði kannski með einhverju lóð til þess að vera erfiðar, en síðan þú ert að hlaupa í alvörinu, þá tekur það af og þá áttu að hlaupa eins og vindurinn, ekki satt. Og hann talar líka til þeirra og segir, það fjöldi votta eða áhorfenda á lokasprettinum. Reyndar eða hefur lesið 11. kafla, þá er hann búinn að tala alla hetjur trúarinnar sem svona votta sem að svona líta yfir og eru eins og myndinni hér af einhvern sem eru að líta á svona hlaupið á lokasprettinum. Þú ert bara kannski búinn að hlaupa hingað og þangað og taka lokasprettin, kemur inn á leikvanginn, þar sem að fjöldi áhorfenda eru að fylgjast með. Og hann segir við á að þetta sé eins og hlaup sem þú þarft að vera þolgóður að takast á við. Það skeið sem eftir er framöndan, eða þá vegalengd sem eftir er, það sem eftir er á hlaupinu. Nú þegar það kemur að hlaupi, þá kemst maður venjulega ekki yfir marklínuna fyrir slysni, þegar maður tekur ákveðna þjálfun og sjálfsaga til þess að koma þessi framkvæmd. Þess vegna þjálfar fólk oft að einhverju markmiði, maður hefur gert það, þjálfa sér bara upp í smá 5 km hlaup eða 10 km, ég hef aldrei persónulega farið eitthvað lengra en það, en fólk leggur á sig til þess að þjálfa í hálfmaraþon og síðan upp í maraþon og síðan einhverju ógurlegar hlaupakeppni sem eru bara ómannlegar, þær eru svo erfiðar, en fólk gerir það. Eða bara hlaupa sér til þess að koma sér í betra form eða léttast eða halda sér í formi hvaðina. Fólk æfir með það í huga sem eitthvað markmið, því að það er oft erfiðar að hlaupa bara til þess að gera eitthvað. En ef þú setur eitthvað markmið, þá þjálfaru að því. Og þú setur það og reynir alltaf að ná þessu markmiði. Þess vegna tekur hann þetta kristna líf sem dæmi hlaup. Þar sem þú hefur eitthvað sem þú ert að reyna að ná til. Þar sem þú hefur einhvern endapunkt þú ert að þjálfa til. Það fylgja henni náttúrulega ákveðna leksjur að nota hlauparan og hlaup sem dæmi fyrir hina kristnu göngu. Nú, maður kemst ekkert í form að sjálfu sér og það er ekkert endilega auðveldast alltaf í heimi að komast í form, að þarf að aga sér til og gera það. Alveg eins með kristna lífi, það er aldrei sagt að það væri eitthvað að auðveldast í heimi. Það fylgir því ákveðin agi og stundum sjálfsafnæmdi sem það þarf að fara í gegn. Og það er ekki eitthvað svona hluta dæmi sem að gera það hálfum hug, heldur þarf það allan hugan að vera leið bara fyrir lífið, því það að vera kristinn tekur yfir meira en bara kannski nokkur klukkutíma einn dag í vikunni. Það er eitthvað sem þú helgaði fyrir lífstíð, eitthvað sem þú reynir að sækjast eftir eins og hlauparinn sjálfur. Og það kemur fyrir að við þurfum að kasta á okkur einhverju byrði sem áþyngir okkur. Þá er ég ekki að tala einhverja syndir eða eitthvað svoleiðis, heldur bara allt það sem að getur dregið okkur niður, hægt á okkur og komið í veg fyrir að við sækjumst að markinu.
góðir hlutir jafnvel sem að taka tíma, orku og athygli og tekur fókusun okkar algjörlega af Jesú Kristi yfir í einhverja aðra átt, það geta verið einhver byrði sem að menn þurfa að kasta af ef við vilja halda fókusunum á Jesú Kristi. Og það er best að losa það burt ef þú vilt ekki missa sjónar á markmiðinu og Jesú Kristi. Og eins og ég segjum, þá getur það verið hvað sem heldur okkur frá markmið okkar og lætur okkur missa sjónar á honum. Hvort sem það er bara eitthvað sem við erum einhverju hjáguði sem við höfum í stað Guðs í hjart okkar, hvað það er sem er þrá, sem er ofar Jesú Kristi. Og þráttur svona neikvætt, en þráttur að sé eitthvað jákvætt, þá þarf það bara að fara ef við viljum ekki að halda aftur af okkur. Hann talar líka hér að til þess að fara á þessa göngu eða þetta hlaup, við tölum þetta hér, við tölum oft kristna göngu og veginn og lífið og eitthvað svona sem göngu, en hér við tölum það sem hlaup, þá talar það tekur oft þolgæði og þrautseigju. Að það þarf oft ákveðna þolinmæði sem að svona, já, getur reynt á, eins og svona þolgæði að gera hlutina og vitandi það tekur ekki alltaf auðveldast og það tekur oft lengri tíma en maður hefur haldið og álíka. En oft á tímum þurfum við þess til þess að klára hlaupið, en ekki bara það, heldur að setja augu okkar á Krist fyrst og fremst, eins og við lásum hér í versi 2. Þegar maður er að þjálfa fyrir langtíma hlaup, er auðvelt að missa dampinn og þreytast á þjálfuninni og gefast upp. Ég hef gert það reynda sjálfur og ég held að það gefist fleiri upp en haldi áfram sem að hefja þjálfun fyrir alls konar hlaup, því að að halda út í lengri tíma getur oft verið erfitt. En Hebreabréfið segir okkur að það geti gerst í okkar lífi einmitt að við missum sjónar á markmiðinu og viljum gefast upp. Og þá hvetur hann okkur að beina sjónum okkar á Jesú Krist á meðan, svo við þreytumst ekki á hlaupinu eða gefumst upp. Það er nefnilega rosalega auðvelt að beina sjónum okkar af Jesú Kristi og yfir á eitthvað annað og lifa þannig, já, bara því sem eftir er af hennu kristna lífi, að fókusera á ekki Jesú Krist heldur okkur sjálf, fókusera á annað fólk, fókusera á fortíðina eða endalaust bara á framtíðina. Ef fókusun okkar í okkar kristna lífi er alltaf að horfa í spegil á okkur, þá getum við endað í að missa kjark og hugfallast. Því við getum alltaf séð okkar galla, eða þá við lítum of hátt á okkur sjálf og setjum traust á okkur sjálf, í staðinn sem setja traust okkur á Krist. Og þegar á reynir, þá erum við kannski ekki eins sterk og við held að við værum. Nú, ef að fókusun okkar í lífinu er ekki að fókusa á Krist í göngu okkar, heldur að alltaf að líta tilbaka á hvað hinir er að gera eða fram á hvað hinir er að gera, þá, einmitt hvort sem við horfum á galla eða kosti þeirra, þá annarkvort endum við á því að setja fólk í stað Krist sem okkar fókus, eða þá við missum sjónar á Krist og kærleika hans og förum að fókusera á galla annara og eigðum tíma í að pæla í þeim. Nú, það er líka getur gerst, sem hann segir ástæðan fyrir að við fókuserum á Krist, er að við lifum í einhverju svona hálf nostalgíu og alltaf að fókusera á fortíðina, hvernig hlutinni hefðu átt að vera eða þeir voru frábæri hérna áður fyrr og þá gleymum við því að við erum í hlaupinu núna og það er það sem skiptir máli. Það er í dag og þessari stund sem við þurfum að taka á stór okkar og að elska náungan, afneita sjálfum okkar, forðast freistingar og að bara lifa fyrir Krist og hafa augu okkur á honum. Ekki bara í fortíðin eða í framtíðin einhver tíman þegar það eru þrengingatímar og ekki hjálpar að hakkast þar bara í fortíðinni yfir því sem að illa fól einmitt. Þegar Jesú Kristur verður að vera sá sem að við beinum sjónum okkar til. Ástæðan fyrir því líka er, eins og textin segir, að Jesú Kristur er höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann sem að byrjaði einhver tíman að vinna í hjart okkar, sama hvernig þar var, sama hversu lítið það var, áhugi sem að vaknaði, þrá sem það sást óuppfyllt að nema í Guði og í Kristi, hann mun halda því áfram að breyta í okkur og vinna í því til þess að það stækki og vaxi og fullkomnist, en ekki við, ekki annað fólk, né fortíðin og framtíðin heldur núna aðeins í Jesú Kristi. Þess vegna feirinn okkur að fókusera þar. Það er þess vegna sem við ættum að
tölum við að setja tíma fyrir Kristi bæn og í ritningarlestu daglega, ekki vegna þess að það sé regla sem við þurfum að uppfylla eða lögmál, heldur vegna þess að hann, Kristur, er upprisinn og hann segir ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, og vegna þess að hann er sá sem að þekkir okkur allra best, og ef við eigum tíma með honum í að þekkja og kynnast honum, þá hefur hann sagt svo sem að þekki mig, þekki föðurinn og þekkir Guð sjálfan. Og það er þannig sem að við höldum fókus okkar á honum. Og ég játa það alveg þegar við erum að tala svona hluti, sko, að ég hef alveg gleymt stundu fókusinu mínum, sett hann annað, tekið smá pás á hlaupinu, bara til þess að svona aðeins að setja sig niður við hliðarlínuna til þess að slappa af. Og þegar maður gerir það, þá er oft, heldur maður áfram að horfa á þá sem eru kannski áfram að hlaupa, fyrir svona aðeins bara að fylgjast með þeim og horfa á hvað þeir eru að gera og gagnrýna þá eða pæli í því hvernig þeim gengur á þeirra hlaupi. En það kannski gerist þegar maður missir sjónar á Kristi, að þá náttúrulega fer augað eitthvað annað og þá getur það bara endað að maður fyrir að horfa og fylgjast með öðrum eða sjálfum sér og gera það. Því að þegar það fer í gang og til hvers þá að vera að lesa orðið, ef ég get farið að lesa einhver slúðublöðum hvernig þetta fólk er að gera hitt og þetta og annað slíkt. En allavega þegar Jesú Kristur segir hér í 3. versi, virðið hann fyrir ykkur og beinis augum ykkur til hans sem á þola hefur slíkan fjandgang gegn sér að syndunum til þess að þið þreytist ekki og látið ekki hugfallast. Að það var hann sem að leið þolinmæði á krossinum af því hann vissi hvaða gleði beð hans og situr nú við hægri hönd Guðs, og við virðum hann fyrir okkur, hann sem sigurvegarinn, hinn uppnesta Krist, þá getum við haldið áfram hlaupinu og gefumst ekki upp eða látum hugfallast eins og þeir orða það hér. Nú, ef við förum í næsta kafla og lesum aðeins þar, eða næsta kafla, næstu vers, þá skulum við bara stuttlega aðeins lesa þau upp á samhengið. Og í versi 5, hann tala til þeirra, og þið hafi gleymt áminningunni sem ávarpaði ykkur eins og syni. Sonur minn, lítist við ekki hirtingu drottins, og láti ekki heldur hugfallast hann tiftar þig, því að drottin agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega þann son sem hann tekur að sér. Þolið aga, Guð fer með ykkur eins og syni, og hver er sá sonur sem að faðirinn ekki agar? En séu þið án aga, sem allir hafa fyrir orðið, þá eru þið þrælbornir og ekki synir. En er það að við byggum við aga jarðneska feðra og báðum virðingu fyrir þeim, skildum við þá ekki miklu fyrir að vera undirgefnir föður andan og lifa? Feður okkar öguðu okkur fáa daga eftir því sem þeim leist, en oss til gagns agar hann oss, svo við fáum hlutdeild í heilaleika hans. Í bili, eða sinni, virðist allur agi að vísu ekki vera gleðirefni heldur hryggðarefni, en eftir á gefur hann þeim við hann hafa tamist ávöxt friðar og réttlætis. Segið mér eitt, hvað er það fyrsta sem ykkur dettur í hug þegar þið heyri orðið agi? Einhver? Skóli? Ok, góð punktur. Einhver annar? Hvað er svona eina, er eitthvað orð sem kemur í huga þegar heyri orðið agi eða aga? Rútína? Ok. Uppeldi? Ok. Skamma? Kærleikur, sjáðu? Ok. Sjálfstjórn? Ok. Það fer nefnilega eftir í svona hvaða kannski fyrstu orð kom í huga þér þegar þú heyrir orðið agi, hvernig þessi kafli hljóma fyrir þér þegar þú heyrir þetta. Ef agi hefur alltaf neikvæða tengingu, skammar og refsingar, þá náttúrulega bara Guð agar hann sem hann elskar, þetta er bara hræðilegt. En ef þú hefur menntun og sjálfstjórn og kærleika sem hugmynd og einmitt svona einhverja viðmið og takmörk, þá hljómar þetta allt öðruvísi. En bara orðið agi er notað hérna, bæði orðið agi og að aga 7 sinnum í þessum versum. Svo áður en við komum aðeins dýpra í það, þá bara aðeins að tala hvað Biblían er að tala þegar hún notar orðið agi. Og afsakað, ég verð með þetta hérna bara stutt. Orðið agi sem er notað, bara svo við getum tengt þetta einhverju öðru, paideia,
þýðir ekki bara agi, heldur getur verið þjálfun, menntun, uppeldi og leiðrétting. Og orðið sem er agi, paideia, er dregið af orðinu pai sem þýðir barn, strákur, stúlka eða ungur maður. Þaðan höfum við orðið til dæmis pedagógia í dag sem kemur af þessu hér, sem er kennsla og kennslufræði. Þannig að þegar við heyrum orðið agi, getur það náð yfir rosalega breiða hluti. Þú veist, þjálfun, menntun, uppeldi, leiðrétting og jafnvel getur það verið refsing. Ég setti það kannski ekki alveg inn. En það er oft svona eitthvað sem kemur mann í huga. Er agin eins og refsning? Hér er notað orðið agi, eins og við sjáum bara samhenginu, sem eitthvað til þess að vaxa og þroskast. Jákvæð mynd dregin upp að því í báðum testamentum, því að hér vitnar hann í Gamla testamentið. Við kannski hugsum strax orðið agi, skóli eða heragi og eitthvað svona, hann sparar vöndin, hata barnið, eitthvað svoleiðis aga, svona refsandi. En hvaða myndmál vorum við að nota í textunum bara áður en við fórum hingað? Þetta er svona ein frásögn. Var það ekki hugmyndin hlauparann einmitt? Hann þarf að vera agaður í þjálfun sinni. Og hvað felur það í sig fyrir hlauparann að vera agaður í því sem hann gerir? Er hann að refsa sjálfum sér eða verið að refsa honum? Er harneskja í gangi? Ok, kannski að einhverju leyti þá er sjálfsögun og sjálfsafneitun og ákveðin svona harneskja til þess að ýta áfram og að aga sig. En agin sem er rætt hér er svona til leiðbendingar, ekki til refsingar. Þáttur hann getur verið það alveg eins og foreldrar sem aga börnin sem geta þurft af og til að notast við einhvers konar form refsingu til þess að aga barni, en það eru aðalega bara að kenna því og leiðbenna því á rétta braut, ekki bara eitthvað refsingarinnar vegna, heldur sem partur af leiðsögn til þess að beina fólki yfir að þroskast og vaxast og verða ábyrgðir einstaklingar. Ég veit að það eru sumir sem að aldrei kannski sáu kærleika í augun foreldra sinna, fengu bara refsingu og hræðslu og óréttlæti þegar kom að aga og því ósjálfrátt heimfaraði þá mynd upp á Guð þegar við lesum hér, að hann refsi þeim sem hann elskar af því að þau eru vönd eða því að þau eiga það skilið. Þá þarf maður eiginlega svona að sjá Guð bara í nýju ljósi sem kærleiksríkan föður en ekki kannski sá hugmynd sem að við sáum fengum þá, sem við mistum af því. Því að þann aga Guð sem hann elskar, honum til góðs og leiðbeiningar til þess að gott koma hlutunum, ekki af því að hann ráði ekki við skap sér eins og sumir foreldrar gera þegar þau taka út kannski börnunum. En þessi texti sem við lásum hér, þið sjáuð að hann segir, hafið þið gleymt áminningunni sem ávarpaði ykkur eins og syni, og síðan vitnar hann í orðskviðina 3. kafla, 11-12 kafla. Sá kafli í Nýja testamentinu sem er mest vitnað í af öllum öðrum kaflum úr Gamla testamentinu. Og örugglega lærður af fólki utana því annars væri ekki alltaf að vitna í þetta á svona mörgum stöðum í Nýja testamentinu. En höfundur Hebreabréfsins spyr bara, hafið þið gleymt þessum texta? Og hann vitnar í hann orð fyrir orð og eyðir síðan 7-11 versi að útleggja hann texta. Ok. Í Gamla testamentinu þá er talað Guð sem að föður og í Nýja testamentinu líka. En það er talað hann sem föður sem að agar börni sín. Í 5. Mósebók 8. kafla, 5. versi segir, eins og maður agar son sinn, svo agar drottinn Guð þinn þig. Í feðraveldinu eða bara gamla daga var það hlutverk föðursins og þeim tíma að sjá að börnin fengu þann aga sem þau þurftu. Það munið að agin næri við meira en refsingar og skammir. Hann er leiðsögn til þjálfunar. En sá faðir sem að veitti ekki börnunum sínum aga var ekki elskuríkur faðir. Það er ekki eins og þau gætu verið sendi í ríkisreikinn skóla og látið eitthvað fólk með uppeldismenntun leiðbeina börnunum. Ef hann sá ekki þetta, þá hélt hann börnunum frá því sem að þau þurftu til þess að þroskast sem einstaklingar. Það er svona álíka eins og faðir í dag sem að sér ekki til þess að barnið sitt gerir neitt, fari ekki í skóla einu sinni og læri heima, heldur sitji heima og er bara á netinu eða spila tölvuleik allan daginn og er algjörlega skiptir sér ekkert að því, þá myndum við segja að sá faðir sem að gerði það, hann væri ekkert elskuríkur, heldur væri hann bara ábyrgðarlaus að takast ekki á við þetta og leiðbeina barninu sínu á einhvern hátt. Þess vegna segir í 8. versi, ef Guð agar ykkur ekki,
þá eru þið ekki börnin hans, heldur þrælborin. Þrælborin. Orðið sem ég notaði hérna yfir þrælborin kemur bara einu sinni fyrir í báðum testamentum, eða grísku þýðingunni líka. Og þetta orð, hvað hugsa maður þegar hugsa þrælborin börn? Ég held að það sé betra að tala kannski bara réttast önnur þýðing á að segja bara óskilgeti barn. Bastarður, ef maður bara segja það. Einhver sem er fæddur utan hjónabands og hefur ekki sömu réttindi á hinn börnin og hefur ekki sömu stöðu á hinn börnin. Sonurinn sem er kannski fæddur utan hjónabands, hann á engan rétt á arfi og hann á ekki einu sinni rétt á aga föðursins, sem er mjög slæmt fyrir hann. Því að þá er hann ekki í raun og veru fullkomlega sonur föðursins. Þess vegna ég notaðist í gömlu þýðinguna hér því að það er í nýja þá sko tekið út orðið sonur og sett börn, þannig að það er oft erfitt að sjá hvað alveg hann er að tala, því að hann er að bera saman sko sonurinn sem er agaður og þegar faðirinn elskar hann miðað við þennan sem er getinn, er svona óskilgetinn og hann fær ekki hlutverk. Og hann segir, ef að þið eruð, einmitt, Guð agar ykkur ekki, þá eru þið ekki börn hans, heldur eru þið eins og sem þrælbonu börn sem að fá ekki sömu stöðu og eru bara verra sett. Þannig raun og veru að tala þetta sem jákvæðan hlut. Nú, svo eins og agi föðursins var nauðsynlegu börnunum er agi Guðs nauðsynlegum börnum Guðs. Hebreabréfið segir að Guð myndi halda aga frá börnum sínum væri hann ekki elskuríkur, svo hann fer jafnvel svo langt að segja hlustendunum að svo staðreind að þessi að fara í gegnum erfiða tíma sé eiginlega tákn elsku og aga föðursins. Þannig að þeir erfiðleikar og þjáningar sem þeir fara í gegnum er ekki til einskins, heldur er hún, það er meining í henni. Það er ákveðin svona, Guð getur notað þeim til aga. Hvernig sem við hugsum hugmyndin aga, segir kannski mikið Guðs mynd okkar, mynd sem við höfum af Guði sem föður. Ef að Guð notar aga til refsunar er Guðsmyndin svona ströng og svona kalvinísk og ber vott af svona einhverjum henni reiða mikla Guði sem að þarf svona að sefa vegna þess að maður hefur gert eitthvað rangt. En ef að Guð, sem eins og hann er að tala þetta hér, tekur erfiðleika sem eru til staðar og notar það okkur til ögunar til þess að hjálpa okkur að þroskast og vaxa, þá gefur hún þjáningum og erfiðleikunum eitthvað gildi. Og hún er ekki til einskins, ekki bara sem refsing per se, heldur er að finna einhvern tilgang í því að vera að fara í gegnum erfiðleika sem að hann setur þetta við þá hér. Ég held að sé nákvæmlega það sem að höfundurinn er að reyna að segja við þá þarna. Hann er að tala við fólk, að ég lesi Hebreabréfið, sem er að fara í gegnum raunir, er að fara í gegnum einhverja mótstöður og margir eru svona að hverfa frá trúnni og þá vitnar hann í orðskveina til þess að minna þá á að þjáning þeirra sé ekki til einskins og að Guð geti notað þetta til þess að aga þá og til þess að leiðbeina þeim á rétta braut og jafnvel orðið til góðs. Ég gerir mig grein fyrir því að segja þetta, að þá getur maður hugsa að nú er þá sársauki og þjáning bara gjöf frá Guði, eitthvað sem getur verið alveg óbærilegt. Og ég er ekki á nokkurn hátt að segja það að þær geti alla verið tekna sem ægi okkur til leiðréttingar. Maður sem að lendir í því að vera pyntaður af einhverjum, ég myndi ekki segja að það sé bara ögun honum til góðs, en ég er að meina þegar þú ert í erfiðleikum og það kom einhverja þjáningar og erfiði tímar, þá er höfundur Hebreabréfsins að segja að Guð geti tekið þetta og nota það sem til þess að veita þeim tilgang og til þess að veita þeim okkur til menntunar, leiðréttingar eða leiðbeiningar til þess að halda áfram á brautinni. Enda ef þið lesið vers 11, þá segir: Í bili virðist allur agi að vísu ekki vera gleðurefni, heldur hryggðarefni, en eftir á gefur hann þeim sem við hann hefa tamist ávöxt friðar og réttlætis. Þeir erfiðleikar sem menn þola í lífinu, agins sem er okkur hryggðarefnum stund, verður að gleðiefni, því hann veitir friðsamt og réttlátt líf, eða í þessari þýðingu ávöxt friðar og réttlætis. Hann hjálpar okkur til þess að breytast eins betra og vera sköpuð í mynd Jesú Krists. Aginn vinnur af því að við færum svona hvað rangar tilhneigingar í samræmi við lögmál Guðs. Og markmið hans, eins og var sagt í 10. versi, er bara helgun okkar, að við breytumst til eins betra sem er lífstíðarverk.
Og fullkomnast aðeins þegar hlaupinu er lokið, þegar við komu Krist og upprisuna og umbreytingur alla þeirra sem hólpnir eru. En þangað til, þá færir hann okkur skref til bara, friða við okkur sjálf og Guðs, þannig að við fáum einmitt ávöxt friðar og réttlætis. Hann getur veitt erfiðleikum og þjáningum okkar tilgang jafnvel meðan við erum hér. Hlauparinn sem er að hlaupa 10 kilometra, eða bara maraþon, og er á lokasprettinum, hann gefst ekki upp, heldur bítur hann á jaxlið og segir, ég ætla að klára þetta. Og hvað er það sem að færa hann til þess að vilja að klára þetta, til þess að halda áfram að taka síðustu skrefin? Það getur verið verðlaunin, sigur yfir sjálfum sér að klára það sem er byrjað, eða bara markmiði sem að hann setti sér. Við erum í kapphlaupi lífsins á göngu okkar hér með Guði og göngunni er líkt við svona hlaup. Og ég veit að þegar við hlaupum þá getum við oft verið þreytt og mörg okkar hér geta verið svona orðin bara pínu lúin á þessu öllu saman. Maður getur litið tilbaka, farið að horfa fram á við einhver tíma hvernig hlutinni munu verða eða hvernig þeir voru frábærir áður fyrir það bara hvað aðrir eru að gera. Þá segi ég bara eins og í Hebreabréfinu, beindu augum þínum til Krists og horfðu á hann. Virðið hann fyrir ykkur sem að þoldi slíkan fjandskam gegn sér af syndurum til þess að þið þreytist ekki og látið ekki hugfallast. Sleppt ekki sjónar á honum fyrir neitt, þá myndu halda fókusnum í bara lífslaupinu réttu, í gegnum erfiðleikana og hljóta ávöxt friðar og réttlætis á endanum. Skulum enda með bæn. Kæri Faðir, ég bið fyrir þeim hér sem er á göngu með þér, þeim er að við megum sendi augu okkar á Krist og beina sjónum okkar þar, þannig öllu sem að gerist, sem verðist komið svo hindranir, að þá eru það bara stundasakir því að við höldum augum okkar alltaf á Jesú Kristi og í gegnum allt annað, þá eru augu okkar þar, svo við missum aldrei sjónar á markinu. Kæri Faðir, og ég bið bara fyrir þá sem að þekkja ekki þig, að við megum, læra að þekkja þig betur svo við höfum vita það er kærleiksríkur Guð sem við beinum augum okkar til, svo sem að leiðbeinir okkur í gegnum lífið og það sem að verðist oft vera ægja, við vitum að það geti verið okkur til betrunar og leiðréttingar. Kæri Faðir, ég bið bara við megum læra rétt að meta, hver þín yndiseinkunn er og þær hafa rétta mynd á þér sem Guð kærleikans. Og ég bið þess núna í Jesú nafni. Amen.